It's morning and we're blue, 'cause what happened all night through was made for me and you, and now it's gone. There's a certain kind of love that will show us the way. So when your lips meet mine, I know I'll ask. Góðan daginn, kæru vinir, og veriði velkomin á janúarráðstefnu Festu. Ég heiti Elva Rakel og framkvæmdastjóri Festu. Ég veit að það eru nokkur að tínast inn, þeir koma bara. Það ekkert mál, við byrjum. Fyrir akkurat ári síðan, þá stóð ég hér á þessu sviði og mjög mörg ykkar voru akkurat í þessum sal. Ég var að halda mína fyrstu janúarráðstefnu, smá svona fyrirlt í maganum, en allt var að ganga ótrúlega vel. Ótrúlega skemmtilegu dagur, ráðstefnan alveg vera búin, panelin var komin upp á svið og þið veitir VIP aðilinn frá Evrópu komin á skjáinn. Það var allt í einu fyrir rafmagnið. Og sko ekki bara á Hörpu, heldur öllu höfuðborgarsvæðinu og öllu Reykjanesinu í fyrsta skipti marga áratugi. Og þá var hún aldeilis góður á dýr. Við reyndum að halda aðeins áfram og nota bara kórröddina, en að lokum þá ákveðum við að slíta. Fórum öllirna fram í dagsbirtuna, því hérna einu var alltaf bara kolni á myrkur, 2 rafmagnskerti á sviðinu og skáluðum þar og fylgdust með umferðar- og öngþveittinu þegar aumingja Reykjavíkurbúarnir reyndu að komast heim og engin umferðarljós virkuðu. Þetta var ótrúlega minnisstæð stund og ég held ég hef aldrei bara upplifað annað eins á ráðstefnu. Í dag eru hins vegar veðurviðvaranir og mögulega að fara að byrja eldgos. Þannig að, þið vitið, við erum alltaf bara í stuði hérna á janúarráðstefnunni. Við ætlum í dag að tala strauma sjálfbærni. Við ætlum að ræða hvernig við erum einhvern veginn öll hluti af sama flæðinu. Flæði auðlinda og orku og fjármagns, flæði sem stundum kallað virðiskeðjan. Takk fyrir að taka ykkur smá pásu úr ykkar daglega veruleika og vera hérna með okkur í dag. Takk fyrir að taka hljóð á símanum og farið með okkur í smá ferðalag. Í óravíddum alheimsins marar lítill blár hnöttur sem að hýsir okkur öll. Það eru vissulega svolítið langar vegalengdir á milli okkar á þessum hnetti, barninu sem að starfar í teppaverksmiðjunni í Nepal, fjárfestinum í Noregi, kakóræktandanum í Kamerún eða startupið út á Granda. En samt erum við öll nátengd. Við erum nefnilega tengd í gegnum ákvarðendan okkar. Við ákveðum að fjárfesta í einhverju, að kaupa eitthvað, að hanna eitthvað, framleiða það, selja, farga, endurvinna. Og allar þessar ákvarðanir hafa áhrif á hennan litla daglega veruleika okkar. Og þessi veruleiki okkar hann svo ótrúlega misjafn eftir því hvar við erum auðvitað bara í heiminum. Minn daglegi veruleiki sá. Ég á mig draum að endurnýja hjá mér eldhúsið. Ég segi það svona bara undir rós, því að sjálfbærni fólk á þetta ekki að vilja rífa út hjá sér eldhúsið. En þetta samt eitthvað sem ég langar ótrúlega að gera einhvern tímann. Mér langar líka að byggja mér hjólageymslu úti í garði og þess að þá geti kannski bíllinn einhvern tímann komist inn í bílskúr. Það svona minn daglegi veruleiki, mína litlu áskorunir. Hjá öðrum annars staðar í heiminum geti draumurum verið tryggt aðgengi að hreinu drykkjarvatni eða öruggri orku. Hjá enn öðrum geti draumurinn verið frelsi undan þrælkun eða stríði. Og allir þessi fjölbreytileiki mannlegs raunveruleika rúmast á sama tíma á sama litla bláa hnettinu og við erum öll áhrifavaldar í lífi hvers annars og höfum áhrif á aðbúnað hvers annars. Þannig að ákvarðanir okkar skipta svo sannarlega máli. Og til þess að ræða þessi mál í dag, þá ætlum við að hlusta á alla þessa áhrifavalda. Þau eru áhrifavaldar, sannarlega, vegna þess að þau hafa áhrif langt út fyrir landsteinana með sínum verkefnum og sínum rannsóknum. Og við viljum með aðstoð þeirra teikna upp fyrir ykkur svolítið þessa mynd sem að kristallar hvað virðiskeðjan hvað hún í rauninni margbreytileg.
Hún miðlæg bæði þeim áskorunum sem við mætum, hvort sem við horfum á okkur sem samfélag eða rekstraraðila, en hún líka algjörlega miðlæg í því að finna uppsprettu lausna og tækifæra. Ok, þegar ég segi orðið áhrifavaldur, þá kannski sé ég ekki endilega alltaf þetta fólk fyrir mér. Ég verð að viðurkenna að í mínum huga þá sé ég frekar fyrir mér svona unga konu í húsi á sléttunukjól sem að þykist vera að rækta kornið, sem að ól hænuna, sem að verti egginu, sem hún þóttist síðan baka brauðið frá grunni handa manninu sínum. Svoleiðis áhrifavalda, þið vitið. Eða kannski unga mannin sem fekk allt í einu allan heiminn til að elska ekkert meira en gúrkusalat, vitið, svoleiðis áhrifavalda. Þannig að þó að þessi hér séu kannski ekki með alveg jafn marga TikTok-fylgjendur, að þá eru við samt að hafa ótrúleg áhrif í gegnum rannsóknir, fjárfestingarstefnu, birgjasamskipti og mannúðarstarf. Og þau hafa áhrif beint á líf ótal manns út allan heim og allt í gegnum virðiskeðjuna. Ég ætla að kynna þau öll betur en eftir, þannig að þau fá öll svona aðeins að heyra betur þau eftir þess að þau stíga á svið. En þetta eru 16 manns og við höfum svona cirka 3 tíma. Þannig að því okkur fannst það ekki alveg nóg, þá ætlum við líka að bjóða þessum 10 manns á svið til okkar. Og þetta svona fólki sem kemur hérna upp, þau skjótast hérna leiftursnögt upp á borði hérna við hlið mér og þau ætla svona nokkurn veginn að lýsa leiknum. Þau verða svona Óli Stef og Logi Geirs hérna á kantinum fyrir okkur. Gefa okkur svolítið innsýn í annað samhengi hlutana, víkka sjónarhornið eða þrengja, allt eftir því hvar þeirra sérþekking og áhuga svið liggur. Við köllum hennar lið Trúnó og þau fá þess að bara vera alveg jafn einlæg og þau vilja. Og þennan hóp þarf ég eiginlega ekkert að kynna, ég veit ég þekki þau öll. En við völdum þau sérstaklega með það í huga að við vitum að þau liggja ekkert á skoðunum sínum. Þannig að það verður klárlega langmest áskorun fyrir ykkur að halda ykkur innan tímaramans sem ég að gefa ykkur. Áður en við hefjum leika vil ég varpa hérna upp myndinni af heimsmarkmiðunum. Og ég bara búin að ákveða ég ætla að gera það öllum janúarástunum hérna frá. Af því heimsmarkmiðin eru langbesta myndræna framsetningin sem við eigum á því hvað sjálfbærni er. Og þess vegna finnst hún svo frábær. Og hún lýsir líka virðiskeðjunni alveg virkilega vel. Ég sé hana aðeins fyrir mér svona eins og slönguspill. Þið vitið það sem að kasta tening og maður getur fengið að fara upp stigann eða óheppinn og ég þurfti að renna niður slönguna, niður á það næstu hæð og í leiðinni þá klukka maður öll þessi áhrif innan heimsmarkmiðana. Þannig að ég með mínum smitáhrifum kannski að hafa áhrif á markmið 2 og 6 og 14 hjá einhverju allt öðru fólki, allt annars þar í heiminum. En núna ekki það neina að bíða og ég vil mjög gjarna fara að kynna á svið alla okkar frábæru fyrirlesara. Við verðum með svona þemaskiptingu á ráðstefnunni. Þannig að núna til að byrja með ætlum við að kynna svolítið virðiskeðjuna og setja hana í samhengi við íslenskan veruleika. Við verðum líka með alls konar fjör og sprell. Það muni koma hérna smá svona grínmyndbönd og það verður alls konar svona óvænt inn á milli. En að því ég var að segja áðan að heimsmarkmiðin séu svo skýr og aðgengileg, þá verður samt alveg að viðurkenna að við sjálfbærnisérfræðingarnir, við erum næstu því með bara eitthvað svona blæti fyrir geðveikt flóknum hugtökum og skammstöfunum sem að kannski fáir aðeir skilja. Þannig að ef einhver á pínu erfitt með að ná utan um það hvað virðiskeðjan er eiginlega, örvæntið eigi, vegna þess að við erum búin að fá hann Sævar Helga með okkur í lið sem ætlar að útskýra fyrir okkur virðiskeðjuna, krakka frétta stæl. Gjörðu svo vel. Í dag ætlum við að skoða býsna stórt hugtak sem snertir allt sem við gerum, virðiskeðju. Hvað er það eiginlega? Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvaðan allir hlutirnir sem við notum koma? Hver bjó þá til og hvar? Allir hlutir eiga sér flókna sögu, allt frá hugmynd til notkunar og förgunar. Virðiskeðjan hjálpar okkur að skilja þessa sögu og áhrifin sem framleiðsla og notkun hafa á náttúruna, samfélagið og fólk. Skoðum nú ferðalag 2 hluta. Ljúffengur fiskur sem þú borðar og snjallsími sem þú nota til að mynda fiskinn fyrir Snapchat eða TikTok. 2 ólíkir hlutir með flókna sögu. Ferðalag fisksins hefst í hafinu. Sjómenn nota veiðarfæri sem eru framleidd í verksmiðjum til að veiða á bátum sem eru smíðaðir í skipasmíðastöðum. Þegar fiskurinn veiddur hann fluttur í land, unninn í vinnslustöðum og settur í umbúðir sem framleiddar eru víða heim. Fiskurinn fluttur með vörubílum í matvöruverslanir. Þar kaupum við fiskinn, tökum heim og matreiðum með eldavélum, pottum og pönnum.
Kryddin og meðlætið sem notuð eru við matreiðsluna koma oft frá fjarlægum löndum þar sem jurtir eru ræktaðar og tíndar. Að lokum fiskurinn borinn fram á diskum við matarborðið. Skoðum nú snjallsímann. Ferðalag snjallsímans byrjar með hráefnum sem eru sótt allan heim. Málmar eins og ál, kopar og gull eru unnin í mismunandi löndum. Og lithium fyrir rafhlöðuna gæti komið frá saltlónum í Suður-Ameríku. Þessi hráefni eru hreinsuð og send í verksmiðjur þar sem íhlutir eins og rafhlöður, skjáir, myndavélar og tölvukubbar eru framleiddir. Íhlutirnir eru síðan fluttir til samsetningastöðva, oft í löndum sem sérhæfa sig í stórframleiðslu. Þar setja starfsmenn saman hlutana í þann snjallsíma sem við þekkjum. Að lokum símanum pakkað í umbúðir og hann sendur til verslana allan heim. Við kaupum símana og tökum nokkrar selfies. Þegar síminn orðinn úreltur eða við komum með leið á honum, honum annaðhvort hent eða hann sendur í endurvinnslu þar sem reynt að endurheimta hráefnin. Bæði fiskurinn og snjallsíminn fara í gegnum flókna virðiskeðju með mörgum skrefum. Fiskurinn fer úr hafinu til vinnslu, verslana og eldhúsa, en snjallsíminn frá námum og verksmiðjum til samsetningar, verslana og notenda. Virðiskeðjan lýkur ekki hjá notendum, heldur í því hvernig varan endurunnin eða förguð. Á hverju stigi virðiskeðjunnar eru áhrif á umhverfið og fólk. Þegar fiskur veiddur þarf veiðarfæri sem framleitt í verksmiðjum og þegar hann fluttur, unnin og pakkaður fylgir því orkunotkun og úrgangur. Fyrir snjallsíma felur vinnslan í sér vatnsnotkun eins og þegar lithium unnið úr saltlónum og losun gróðurhúsalofttegunda eins og þegar grjót grafið til að vinna gull. Félagsleg áhrif eru líka mikilvæg. Fiskvinnsla og vinnsla á kryddi byggir á vinnunum margra, oft á lágum launakjörum. Fyrir snjallsíma vinna í námunum og verksmiðjunum mikilvægur hluti af keðjunni, en réttindi starfsmanna ekki allstaðar tryggð. Þess vegna mikilvægt að skoða hvernig við nýtum náttúruauðlindir, framleiðum vörur, endurvinnum þær og tryggjum jafnframt réttindi og velferð þeirra sem taka þátt í framleiðslunni. Við getum haft áhrif á alla þessa þætti með lögum, ábyrgum stjórnarháttum fyrirtækja og meðvitund neytenda. Og þá hafið þið það. Við þökkum RÚV og Sævar Helga kærlega fyrir samstarfið. Þetta verður líka sýnt í KrakkaRÚV, þannig að þið getið flettis upp seinna ef þið viljið horfa á þetta aftur. Nú langum við að bjóða fyrsta aðalásvið hjá okkur og það hann Tómas Njáll Möller sem stjórnarformaður Festu. Hann hefur gegnt í hlutverki undanfarin 5 ár og setið sem formaður lengst allra hjá Festu hingað til. Hann líka yfirlögfræðingur hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna og þið sem þekkið hann vitið að hann alveg rosalega mikill áhugamaður hlaðvörp og góðar sjálfbærnirbækur. En hann fyrst og fremst manna fróðastur sjálfbærni regluverk og hvernig það snertir íslenskt samfélag og atvinnulíf. Ef einhver með augun á boltanum í þessum málum, þá það Tómas. Bjóðum hann velkominn á svið. Já, komið sæl. Það ekki á hverjum degi sem við erum að ræða markaði sem eru ennþá 95% óplægðir akrar. Það nákvæmlega það sem við erum að gera hér í dag. Það nefnilega 95% fyrirtækja á heimsvísu sem þekkja ekki virðis eða aðfangakeðjur sína nægilega vel, meðal annars hvað varðar áhættu og tækifæri. Og sömu sögu sjálfur sér að segja markaði fyrir sjálfbæra framleiðslu. Vegna sem við skoðum heimsframleiðsluna, þá byggja 92% af henni ennþá á línulegu hagkerfi. Það að segja sækja hráefni úr náttúrunni, nýta það til vöru og framleiðslu, nota vöruna og farga því loknu. Án þess, en vitulegra væri og skynsamlegra og hagkvæmara í raun og veru að horfa á það hvernig við getum haldið þessum hráefnum áfram virkum inn, verðmætu hráefnum áfram virkum inn í hringrás, lokaðri hringrás. Nú, mér langar að draga hérna upp 2 myndir sem sýna í raun og veru þær áskoranir og tækifæri sem í þessu felast og byrja á smá svona sögulínu og það nefnilega þannig að reglur sjálfbærni koma ekki úr tómarúmi. Og með smá einföldun má segja það að saga nútíma stjórnarhátta hefur byrjað í kringum 1929 við heimskreppuna sem átti sig upp að í Bandaríkjunum. Nú það gerist ýmislegt næstu áratugi eftir
En þessi stjórnarhættir sem við þekkjum í dag, þeir þráast gjarnan áfram líka í tengslum við áföll, eins og til dæmis við hrun Enron og fleiri alþjóðlegra fyrirtækja í kringum árið 2000 og í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunar 2008. Svo tekur kannski við annað tímabil upp úr 1990 en þá mikið að gerast í þróun reglna og viðmiðavarðandi markaðsmisskiptum með verðbréf, hlutabréf og skuldabréf. Það eru settar ítarlegri reglur skráningu slíkar pappíra, viðvarandi upplýsingaskyldu, bann við misnotkun innherjaupplýsinga og svo framvegis. Á sama tíma mikið að gerast í neytendavernd á þessum markaði. Það er gerður skýrari munur á fagfjárfestum og almennum fjárfestum einstaklingum og stóraukin neytendavernd sérstaklega varðandi þessa almennu fjárfesta. En allt hefur þetta það markmiði að auka gegnsæi og traust í viðskiptum sem eins og við þekkjum náttúrulega stór hluti af skilvirkum og arðsömum viðskiptum. Þessi þróun heldur áfram og það byrjar innleið sjálfbærni upplýsinga. Það gerist í raun og veru 2014 með fyrstum reglum Evrópusambandsins svokallar ófjárhagslegar upplýsingar sem við köllum sjálfbærni upplýsingar í dag. Og þar tengist ýmislegt annað inn og þetta er ekki bara evrópsk þróun, heldur hefur til dæmis Alþjóðareikningsskilaráðið gefið út reglur í þessu sviði sem eru til innleiðingar í mörgum löndum, svo sem Bretlandi, Kanada, Ástralíu og víðar. Og svo er það sem ég langar aðeins að fókusera hérna á, það er þetta síðasta, reglur sjálfbærni í virðiskeðjum. Og það er einmitt þetta regluverk hérna og fjólubláu bólurnar sýna okkur þetta regluverk sem við þekkjum svolítið vel sem gengur út á að tengja fjármagn stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóða, banka og verðbréfafyrirtækja við fjármögnun sjálfbærra fyrirtækja. En mér langar að draga þarna athyglingarnar að þessum 5 gulu bólum sem eru reglur sem þegar hafa verið settar og þessi gráar reglur sem eru í smíðum sem varða í raun og veru raunhagkerfið beint. Fyrirtækin sem eru í framleiðslu raunhagkerfinu og þeirra virðiskeðjur. Og í raun og veru allt eru þetta reglur í sjálfu sér sem við innleiðum í gegnum EES-samninginn þannig að það varða okkur í sjálfu sér beint. En tímans vegna þá ætla ég bara að staldra við 2-3 tilskipanir. Fyrst er það Deforestation Regulation sem tekur gildi og ég hef þetta bara á ensku þess að íslensku þýðingarnar eru kannski ekki kunnar ennþá. Hún tekur gildi í árslok 2025 og hún varðar íslensk fyrirtæki beint og hún mælir fyrir það. Það má ekki flytja inn hráefni til Evrópusambandsins eða vörur eða þaðan út sem eru unnar með hráefni sem búið til á svæðum þar sem villtu skógar hafa rutt í síðastliðin 10 ár. Og þetta er fullt af vörum sem við þekkjum vel, kakó, kaffi, timbur, leður, sojabönir og palmolía. Og palmolía er eitthvað sem við þekkjum kannski ekki mikið svona í praxis en hún er í flestum vörum sem við notum eins og mjög mörgum snyrtivörum, hreinlætisvörum og matvælum. Önnur reglugerð sem vert er að nefna í þessu sambandi það er Forced Labour Regulation sem tekur gildi í árinu 2007 og hún er svipað á Deforestation Regulation. Hún bannar innflutning til og frá Evrópusambandinu á vörum þar sem einhver hluti framleiðslunnar er unnið með þvinguðu vinnuafli eins og þess útskýrt í alþjóðaviðmiðum. Það er að segja þrælahaldi þvinguðu vinnuafli almennt eða barnaþrælkun. Og þarna þurfa fyrirtækin að bara þekkja sína virðiskeðju og þetta getur náttúrulega truflað virðiskeðjurnar ef eitthvað út af bregður og það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að skoða þessar reglur og fleiri og greina varðar þetta mig, er þetta eitthvað að trufla með rekstur, en eru líka kannski þarna tækifæri, getið skapað með samkeppnisforskot eða búið til lausnir sem að gagnast öðrum fyrirtækjum í þessu sambandi. Þá er það kannski af hinni stuttmyndinni sem langaði að sýna ykkur og það er það sem við köllum á íslensku hringrásarvædd virðisæð, value hill. Og hérna sjáum við í raun og veru upphæðina sem er í raun og veru bara hefðbundin línuleg framleiðsla þar sem við vinnum hráefni, framleiðum, setjum saman og notum og svo annarkvort brennum við eða urðum. En það er búið að hanna hér öllu skynsamlegri og svona hagkvæmari leiðir til þess að halda hráefninu í hringrásinni og við könnumst við þetta söfnun, flokkun, úrvinnsla og endurvinnsla og þarna er sorpvinnsla algjör þrautalending. En það er kannski í þessum ferlum hér á milli sem er mjög einföldu mynd og þetta kemur svolítið inn á þessu Sævar að segja sem að töfrarnir og tækifærin liggja. Vegna þess að útgangspunkturinn er þarna að hanna strax í upphafi, þurfum að hanna vöruð af þjónustuferil, hanna sóunum út strax í upphafi til þess að viðhalda verðmætu hráefnum í lokuðu hringrásarkerfi eða endurheimta þetta verðmæta hráefni.
Og þarna erum við með margar þekktar lausnir, við erum byrjuð á þessu mörgu leyti í dag, en það miklu fleiri lausnir sem bíða þess að vera fundan upp, markasettar og seldar á markaði. Og hér geta íslensk fyrirtæki, og við þekkjum það vel hjá Festu, mörg góð dæmi, án efa hasla sem frekari völl. Við þekkjum mörgur góða sögur sem að óþarf að rekja hér úr sjávarútveginum og fullvinnslu afurða þar og tengdri tækni, en við getum alveg klárlega notað okkar þekkingu og snerpu á fleiri sviðum. Og hér getur án efa smæðin og stutta boðleiðir og þessi hefð okkar fyrir að vinna þvert að geira í litlu samfélagi gagnast okkur, eins af frumkvöðlakraftur sem býr í svona íslenskri menningu, og hér geta líka lítil fyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki nýtt sína sérstöðu, en þau eru gjarnan með minna þarna fjármagn bundið í hefðbundum sínum framleiðsluferlum, línulegu framleiðsluferlum heldur en stór fyrirtæki. Og það er alveg öruggt mál, við þekkjum náttúrulega góða nýsköpunarklasa hér á Íslandi, við getum eflaust nýtt þá meira og eða stofnað samhliða fleiri klasa á því sviði. Nú, ég vona að þessar tvær stuttmyndir hafi kveikt ykkur hugmyndir hjá okkur hérna í salnum og varpað svona skýrari fókus á tækifæri. Og ég veit að okkur býður hérna eins og Elva nefndi hlaðborð spennandi erinda, innihaldsríkra erinda, og ég hvet bara ykkur til þess að hugsa núna, bara undir þessum erindum öllu saman, hvar geti mín tækifæri leið, hvar get ég gert betur, hvar getur mitt fyrirtæki skapað eitthvað nýtt, og þar liggja án efa ykkurir óuppgötaðir einhyrningar. Þannig að ég segi bara, gjöru svo vel, verðu okkur góðu. Jæja, Tómas, við ætlum aðeins að fá að stoppa þig áður og ríkur á sviði. Þannig að hann Tómas búinn að vera, eins og ég sagði áðan, stjórnarformaður Festu í 5 ár, lengst allra sem hafa gegnt þessu hlutverki, og hann búinn að vera stjórn hjá okkur í 7 ár. Það sem hann núna að fara að láta þessu hlutverki, það langaði okkur að þakka þér alveg kærlega fyrir, Tómas. Þú hefur sinnt þessu hlutverki af mikil einurð og miklu metnaði, eins og sjá má bara endurspeglast í okkar störfum. Þannig að mjög langar þess að biðja ykkur allir bara rísa á sæti og gefum Tómasi gott klapp. Takk fyrir. Ég átti nú ekki von á þessu, ég þakka bara kærlega fyrir mig og hlakka bara til áframhaldandi samstarf. Takk fyrir. Jæja, nú við höldum áfram. Næst langar mig að kynna hann Adam Roy Gordon. Og Adam, ég ætla að kynna þig á íslensku, ég veit þú ert að æfa þig, þannig að þessi kynning verður bara á íslensku. Hann Adam, hann var það til fyrir mjög stuttu framkvæmdastjóri yfir bandaríkjadeild UN Global Compact, þar að segja hann stýrði UN Global Compact í öllum bandaríkjanum, sem ekkert smá mál, og sem slíkur þá hafði hann bara mjög mikil áhrif inn í sjálfbærni vegferðina hjá rekstraraðilum í bandaríkjanum. Hann hefur líka sinnt leikið hlutverki víða, svo sem hjá CTP og Science Based Targets, og vann áður í sjálfbærni teymi Colgate-Palmolive samsteypunar, þannig að hann hefur reynslu mjög víða að. Og hann Adam, hann nýbúi hérna á Íslandi, því hann flutti hingað í sumar ásamt fjölskyldunni sinni, og sem slíkur þá hann algjör hvalriki fyrir íslenskt sjálfbærni starf. Þannig að við bjóðum Adam velkominn. Thank you so much. Is this on? Can you hear me? Great. Góðan daginn, kæru vinir. It's an honor to speak with you today about the evolving landscape of sustainability and human rights in global value chains, and how Icelandic businesses can rise as global leaders. I'm grateful to be here in Harpa among such a distinguished group, such a wonderful audience. Thank you to Festa and its partners for having me, to Elva and her team for organizing this important event. And just really thank you for inviting me as a new resident, having just moved here. It means a lot. So we're at an interesting moment where sustainability leadership is being tested. Regulatory pressure is rising, as Thomas mentioned. Public scrutiny is intensifying. And businesses face mounting challenges in managing supply chain risks. At the same time, the anti-ESG movement, especially in the US, though not limited to there, has driven companies to retreat from public commitments while continuing sustainability behind the scenes. This is a trend called green hushing, and expect to see a lot more of it as well, especially from the USA. But let's challenge a misconception. It may look like companies are abandoning sustainability because it's not financially viable.
pulling out of UN-aligned commitments, changing messaging. It seems like a rejection of sustainability principles, but it's not. It's political risk management. We live in an increasingly polarized world, but there's been no change to the centrality of sustainability to business fundamentals. We can debate truths, as is increasingly being done. Is climate change real? Is slavery wrong? Is the sky blue? When it comes to your investments, when they're on the line, the debate takes a backseat to the truth. Take an early target of these political pressures, BlackRock. After facing politically motivated withdrawals of over $13 billion from state investment vehicles in Texas and Florida over its ESG stance, the firm adjusted its public messaging, scaling back references to ESG while instead talking about transition finance strategies, which focus on guiding companies towards, it guides companies towards ESG performance. And why is that? Because if a risk is business material, it's business material. And to do otherwise is bad business. While the branding, the marketing, the communications may shift, they may soften, the core investment philosophy, focused on risk mitigation and long-term value creation, that remains unchanged. And this reveals a critical truth. Sustainability, climate change, resource scarcity, human rights risks, you don't do this for the advertising potential. There may be some benefit, but it's about business resilience. The language may shift, the politics may shift, but the underlying risks, they remain. And the regulatory landscape makes this even clearer. Consider Europe. CSRD, CFDDD, they go far beyond disclosure. These laws mandate proactive action, requiring companies not only to identify, but to also prevent and mitigate harm across their entire value chain. And there are enforcement mechanisms. And the EU is not alone. In the US, California recently passed the Climate Data Accountability Act and the Climate-Related Financial Risk Act, both of which require companies to operate, that are operating in the state, whether or not they're headquartered there. They could be foreign companies. If you're doing business in California, it requires them to disclose their emissions across their entire supply chain. And this is on top of the Transparency in Supply Chain Act on slavery and human trafficking in supply chains passed just a bit ago. These laws are being implemented even as federal level, national level ESG efforts are facing significant political challenges in the US. Beyond California, New York is advancing legislation focused on climate risk disclosure and supply chain accountability, and more action is developing across states as federal US leadership wavers. Globally, the trend continues. China's implemented mandatory ESG reporting requirements. India's introduced BRSR, requiring companies to disclose supply chain risks and environmental impact. Australia is introducing stricter modern slavery laws, emphasizing supply chain accountability in sourcing and labor practices. And I could go on. I know it doesn't take more than turning on the news, particularly this past week, to recognize that the US has become an outlier. It has in many respects. Yet even there, in many states, and particularly those that have globally relevant markets, the trend there continues. And Iceland is not exempt. Global clients and investors increasingly expect full value chain accountability. And it's not whether you are doing business in these particular jurisdictions, but also whether your customers are doing business there. And the reality is that compliance, while essential, won't protect your business from risk. The uncomfortable truth, and it's quite uncomfortable, is that every company, and yes, even those in this room, almost certainly has forced labor, so slavery, child labor, environmental destruction, and other stomach-churning practices somewhere in its supply chain. On the screen here, you see the hands of laborers enslaved in the palm oil supply chain in Malaysia and Indonesia, holding products made with palm oil. This is from a moving series by the Associated Press a few years ago. The question isn't whether the risks exist. They do. It's how you respond when they surface. This is why true leadership is going beyond compliance. So sustainability is not a box-checking exercise. At its core, it's a business resilience strategy. Companies that lead beyond compliance reduce legal, financial, and reputational risk. They strengthen long-term competitiveness, and they build trust, which in
Today's polarized marketplace is more critical than ever. And sustainability risks aren't theoretical. They're tied to global power struggles and resource control. Consider Greenland. Trump wants it. He really wants it. Despite his climate change denial, his interest reflects climate realities. Melting ice is revealing critical rare earth minerals for renewable supply chains, as well as Arctic shipping routes critical for supply chains and national defense. And it's not just Greenland. From the drought in the Panama Canal to the devastating wildfires in Los Angeles, these disruptions are not theoretical. They're powerful reminders that sustainability, supply chain stability, and geopolitics are deeply interconnected. And ignoring these shifts doesn't just create moral dilemmas. It exposes businesses to material financial risk and leaves Iceland vulnerable to geopolitical pressures. And this is where Iceland has a powerful opportunity. It's a small market here, but it has something far more powerful. It has moral leadership and it has influence. I think of Thor's gavel, the ceremonial gavel Iceland gifted to the UN General Assembly in 1952, where I had the honor of working before moving here and where the gavel is still in use. Etched on its side, "Með lögum skal land byggja," with laws shall we build the land, from Njál's saga, "Með lögum skal land byggja," and "Með ólögum eyða." This simple yet profound symbol has marked decades of global consensus on peace, on justice, and cooperation for a better world. A small nation leading on values. Icelandic businesses can do the same, not because of market size, but through moral clarity and accountability. Icelandic customers expect it, and global markets reward it. It's a competitive advantage. Leadership doesn't mean having all the answers. Certainly not. It means being bold enough to ask the hard questions, to seek help, whether through external expertise or alliances and partnerships. And I think it's worth noting that Iceland's sustainability expertise is here in this room right now, so use it. With that, I just want to end on the fact that all supply chains carry risk, all of them. The question isn't whether you're exposed, it's how you choose to respond. Takk. Já, góðan dag, gaman að vera hérna með ykkur. Ég heiti Vigdís. Já, ég heiti Freyr. Og við erum hérna partur af Trún á horninu. Ég hef aldrei áður átt Trún á við eitthvað sem ég er að hitta í annað skipti. Jú, ég reynda að gera það, en ekki svona upp á sviði. Sjáum hvað gerist. En ég bað Freyr að kaupa svona litla keðju til þess að við getum talað virðiskeðjuna á myndrænan hátt. Og hvað keyptið þú, Freyr? Ég keypti svona keðju. Já, sem reyndist óvart vera nammi bikini. Já, ég ætlaði að kaupa svona bara hringrása keðju, bara sem var í hring til að útskýra virðiskeðjuna. Og svona hvernig virðiskeðjan er, við þurfum að greina okkur sjálf og skoða okkur sjálf, fyrirtækið okkar og kannski okkur sjálf líka og sjá bara hvar aðföngin eru. Og hvað við erum að framleiða og hvað við erum að selja og kaupa og henda og þetta viljum við ekki að þetta sé eitthvað svona skrítin lína heldur þetta sé svona hringur svo hagkerfi. Þannig að úrgangurinn verði kannski aðföng en svo oft virðiskeðjan þegar við förum að skoða okkur sjálf og fyrirtækið, hún bara oft flóknari og skrítnari en við höldum eins og við sjáum hér. Þú náður að redda þig mjög vel því vissulega keypti hann þetta óvart. Já. En já, það mætti segja að það verði aðeins svona flóknar á leiðinni mitt. Svona oft virðiskeðjan þegar við förum að greina okkur. Hún bara mjög flókin og skrítin og kemur okkur á óvart. Einmitt. En við erum að tala svolítið hérna virðiskeðjuna sem svona greiningatól til að skoða fyrirtæki en virðiskeðjan þú bara sem einstaklingur. Einmitt. Já, við fórum svona að ræða þetta dagi vegna þess að nú ég sjálfstætt starfandi og ég í raun mitt eigið fyrirtæki, mætti segja, og vinnan mín hefur svolítið svona þróast yfir í persónuna mína. Og ég fór allavega að hugsa sjálf þegar ég fór að pæla í þessu að þegar ég svona steig út úr bara mínu heimspeki námi, ég ætlaði mér semst að vera fátæk, þá fór ég svona að stíga ólík svið og allt í einu fór ég hafa meira að gera og vinna sjálfstætt sem söngkona og grínisti og allt í einu fóru tekjurnar að aukast og hvað var það fyrsta sem gerist hjá mér? Neyslan jókst.
Ég fekk allt í einu miklu dýrari fatasmekk, ég fór ofta til útlanda, ég fór ofta að kaupa skyndibita, fara út að borða, en líka bara því ég var svo þreytt, þannig að ég hef ekki tíma til að elda og svo er ég svo buguð og ég skoði aðra utanlandsferða því að ég verð að komast hérna burt, ég er algjörlega búin að því. Þú varst bara svona mjög, virðiskeðjan var bara mjög einföld falluskýr, þú var svona blöng heimspekinemi, mjög praktískt að vera og svo slærði í gegn, bara verður sjónvarpsstjarna, popstjarna, leikonum, rosalega mikið slá í gegn hjá þér. Já, ég sló í gegn. Virðiskeðjan verður svona asnalegur nammibrjóstahaldari. Já, hún fór einhvern veginn, hún var flóknari, ég áttaði mikið alveg á því, sko. Og svo var það rauna því að hér eru margir úr fyrirtækjunum, þegar ég fór í smá stefnubreitingu, mætti segja, hjá sjálfri mér. Það áttaði mig á því, kom svona krísa. Það kom krísa. Það þurfti að fara í stefnumótun. Já, ég bara, þetta gengur ekki, að því leið á neyslan er farin að aukast, þá þurfa bara tekjurnar að aukast líka og ég var ekkert komin í einhvern spíral sem ég reið ekki við. Þannig ég þurfti bara svona aðeins að stíga út úr þessu og pæla aðeins í því bara hvað raunverulega skipti mig máli og hvað mér fannst mikilvægast að peningarnir mínir og tíminn minn fari í og einhvern veginn leið og ég náði bara meira jafnvægi á líf mitt, átti heilbrigðara sambandi við vinnuna mína, þá einhvern veginn bara minnkaði neyslan í kjölfarið því ég þurfti ekki þessa gerviorku og ég þurfti ekki að kaupa skyndibita því ég hafði tíma til að elda mat, ég þurfti ekki að fara til útlanda vegna þess að mér leið bara vel og var bara orkumikil. Þú styttir virðiskeðjuna? Ég stytt hana. Aftur? Ég stytt hana aftur og það er ótrúlega merkilegt að það þurfa að vera einhvern veginn svona aktív ákvörðun þegar ég horfi í kringum mig og ég sé bara hvað annað fólk er að gera og ég hef verið jólagestur hjá Bó og ég mætti með eitt dress og svo var eitthvað og hvað er hinfötin sem þú ætlar að vera í og sko þannig að kröfunar eru kannski á að maður birtist fólki á ákveðin hátt þannig að ég hef allavega þurft að svona bara að stíga aðeins tilbaka og hugsa hvað skiptir mig máli, þarf ég að vera í flottustu fötunum? Nei, get ég verið í sömu fötunum tvisvar í sama sjónvarpsþætti? Já, til dæmis. Þannig að við viljum bara að virðiskeðjan okkar, hvort sem að við erum að skoða okkur sjálf eða fyrirtæki sé ekki svona skrítinn nammibrjóstahaldari, við viljum bara skilja hvað við erum að gera og hvernig, að við séum ekki fávitar í fjármálum, ekki fávitar í umhverfismálum eða meðan á fólk. Einmitt. Gaman kókast nýtt þetta bikini vel í þessa kynningu. En það má segja, gaman að segja frá því, þetta er búið til úr nammi. Freyr, þú keyptir þetta í Góða hirðinum, er það ekki? Ákveð Hringrás, hann keypti þetta í alvöru í Góða hirðinum. Þannig að ef að fólk vil eyða þessu bara af jörðinni, þá má koma á borðið okkar og næla sér í smá nammibita. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Það er náttúrulega mjög erfitt að hætta í góðu trúnói. Við þekkjum það alveg öll. Það er komið smá flæði. Þá er erfitt að stoppa, sko. Takk ykkur kærlega fyrir, Freyr og Vigdís. Geggjað að hlusta á ykkur. Ég myndi ekki leggja í hennan bikini, en allt í lagi. Bara you go for it. Við langar að kynna næsta þema. Nú erum við svolítið búin að taka upptaktinn, við erum búin að tala svolítið virðiskeðjuna almennt og Adam fór eiginlega með okkur svolítið svona í svolítið upptakt að þessu næsta þema sem við ætlum að ræðum og það er stóra myndin, köllum við þetta. Nú ætlum við nefnilega að skella okkur upp í 200.000 fet og skoða stærri mynd. Við ætlum að horfa á hvernig virðiskeðjan tengist svo ótal mörgu sem að við kannski leiðum ekkert hugan að dagstaglega. Bara eins og geopólitík og átökum landfræðileg yfirráð og svo framvegis. Þannig að við ætlum að byrja því að heyra frá honum Mikael Allan Mikaelsinni. Hann er sérfræðingur á sviði loftslagsstefnumótunar hjá Stockholm Environment Institute. Hann hefur veitt ráðgjöf áhrif loftslagsbreytinga á aðfangakeðjur og viðskiptalíf fyrir meðal annars framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, UN Global Compact og World Economic Forum. Mikael, hann hefur undanfarna marga áratugi unnið og búið erlendis, þannig hann er vanur að vinna sína vinnu á ensku og þeir sem að þekki þessa stöðu vita að það er pínu flóki að fara að tala öll sérfræðihöfðingi sem að kann utanaf á öðru tungumáli. En hann Mikael var svo yndislegur að svona þýða fyrir okkur, þannig að hann ætlar að flytja sitt erindi á íslensku og ég vil bjóða Mikael hjartanlega velkominn á svið. Kæra Já, takk kærlega fyrir komuna allsumil og ég vil þakka samstarfsfélagana hérna á Festu fyrir að halda utan frábæran viðburð.
Erit mitt þægilega byggja upp aðeins út frá eritinu sem að Adam og Tómas fóru með. Eins og hún myndist á hún alveg, þá ég búin að vera að vinna síðastliðin 3 ár hjá Stockholm Environment Institute, þar sem ég starf mitt einblínir á kerfislegar loftslagsáhættur, sérstaklega þær sem að fara þvert á landamæri. En fyrir þann tíma starfaði ég næstu í áratug við mótvægisaðgerðir í tengslum við alþjóðlegt samstarf hjá breska ríkinu, utanríkisráðuneytinu og orku- og iðnaðarráðuneytinu. Þannig ég hluti af frekar fámennum hópi sem hefur haft þann möguleika að starfa beggja megin loftslagsaðgerða, það að segja mótvægisaðgerðir og aðlögunaraðgerðir hins vegar. Og þetta fámennur hópur af því að í raun og veru fólki sem að stýra mótvægis- og aðlögunaraðgerðir mjög aðskilt samfélag í raun og veru. Þetta aðskilir hópar innan vísindasamfélagsins og þetta líka frekar aðskil nýsköpunarumhverfi. Þau nota mjög ólíka nálganir, hugmyndir og byggja á ólíkum forsendum í sinni vinnu. Og lengi vel staðreyndin svo að á undanförnum árum hafa straumar, ef við getum notað þetta hugtak, í kringum sjálfbærni og straumar aðlögunar byrja að skerast í auknum mæli og þetta sérstaklega verið bersýnilegt í aðfangakeðjur og virðiskeðjum fyrirtækja. Og þetta snertir bæði samspil milli tveggja, þetta snertir sameiginlegar áskoranir og samlegðar áhrif. Mótvægisaðgerðir að sjálfsögðu snúast aðalega að draga úr afleiðingar eða koma í veg fyrir afleiðingar samfélags okkar og hagkerfisins á umhverfið og loftslag okkar. Á meðan að aðlögunaraðgerðir snúast að reyna að draga úr og minnka afleiðingar loftslagsbreytingar á hagkerfið okkar og samfélag. Lengi vel var það litið á að mótvægisaðgerðir voru mjög ígrundaðar í alþjóðlegri nálgun og hnattrænum aðgerðum af því að við búum yfir sameiginlegu loftslagskerfi sem þýðir að gróðurhúsalosun í Kína hefur áhrif á loftslagið okkar á Íslandi og vice versa. Á meðan að loftslagsaðlögun var alltaf álitin vera mjög staðbundin af því að afleiðingarnar eiga sér stað á ákveðnum tíma, á ákveðnum stað, í ákveðnum samfélögum. En við vitum að þessar ályktanir hafa reynst rangar af því að loftslagsbreytingar hafa áhrif á okkur þvert á við landamæri með kerfislegum hætti. Bæði í gegnum með smiðsjúkdómum, aðgengilegum dýrategundum, sem og gegnum aðfangakeðjur og fjármagnstengsl. Líka hefur verið ákveðin hugsun í kringum það að mótvægisaðgerðir fela í sér aðgerðir til þess að sporna við skammtímar áhættunum í tengslum við umhverfis- og loftslagslöggjöf og líka breyttu markaðsumhverfi, oft ýtt undir af nýrri nýsköpun á sviði grænna tækni og vísinda. Á meðan að aðlögunin hefur oft verið litin á sem langtíma aðgerðir sem við þurfum að undirbúa okkur fyrir, áhættur sem koma í framtíðinni ef við náum ekki nægilega miklum árangri á sviði mótvægisaðgerðar. En staðreyndin svo að þessi ályktun reynist röng líka. Við höfum séð það að núna eru loftslagsbreytingar ekki handan við sjóndeildarhringinn. Þau eru beint fyrir fram að dyrnar okkar og ef þú býrð í Kaliforníu eru loftslagsbreytingarnir búin að brenna niður dyrnar. Þannig að við vitum út frá þessu að forsenda fyrir aðlögun árangursríkar mótvægisaðgerðir af því án þeirra mun umfang loftslagsbreytingar að vera þeirri umfangi að aðlögun mun bara eiga sér takmarkanir og það verður engin aðlögun. En að sama skapi getum við líka séð að loftslagsaðlögun líka forsenda fyrir árangri í sjálfbærni og við sjáum það út frá einum af þeim niðurstöðum frá Evrópska loftslagsáhættumatinu sem ég var einn af höfundum þess. Í skýrslukafla sem skrifuðum varðandi raskanir á aðfangakeðjur á alþjóðlegum vettvangi þá ræddum við að það var ein af þeim áhættum snerist aðfangakeðjur fyrir gæðamálma. Og við vitum að gæðamálmar munu gegna veigamiklu hlutverki fyrir sjálfbæra þróun, sérstaklega hvað snertir orkuskiptin. Vindtúrbína krefst 9 sinnum meira magn af gæðamálmum heldur en gasorkuver og rafbíll krefst 6 sinnum meira umfang af gæðamálmum heldur en venjulegur bensínknúinn bíl. Og þar af leiðandi búumst við að
eftirspurnin fyrir gæðamálmum eftir að aukast til muna á næstum árum. Við getum séð hér tvöföld aukning á lithium sem afskaplega mikilvægt ásamt kóbalti og nikkel fyrir batteríframleiðslu. Við sjáum líka 6 sinnum mikil aukning á eftirspurn fyrir svokölluðum sjaldgæfum jarðmálmum sem notað bæði í mótorinn fyrir rafbíla en einnig fyrir aðra orkugjafa og þar með vindmyllur. En vandinn sá að tjónnæmni í þessum aðfangakeðjum gríðarlega hátt og það snertir því að við reiðum á aðfangakeðjur sem eru mjög samþjappaðar í fáum löndum og mörg af þessum löndum eru afskaplega berskjölduð fyrir loftslagsbreytingar. Og hér bara smá dæmi það Chile stendur fyrir næstu 80% af öllum innflutningi til Evrópusambandsins fyrir lithium, Brasilia meira 90% fyrir niobium og svo lengi maður halda áfram með þetta. Þannig en á sama tíma við byrja að sjá að loftslagsbreytingar byrjar að hafa auknum mæli afleiðingar fyrir þessa aðfangakeðjur. Nú þegar námuvinnslufyrirtæki búin að vísa í loftslagsvár sem meðal þá áhættu þátta sem að skapa mesta áhættu fyrir rekstrarumhverfi þeirra. Það var gott dæmi í Kína þar sem var mikið flóð eftir úrhelli sem olli því að 116 námur þurftu að loka. Og nú hafa rannsóknir verið að sýna fram á að mikið af þeirri námuvinnslu og framleiðslu á þessum gæðamálmum á sér stað í heimshlutum sem eiga við að stríða mikinn vatnsskort og þurrkanir. Þannig að út frá þessu þá sjáum við að aðlögun algjör forsenda fyrir árangri í sjálfbærni þegar kemur að þessum gæðamálmum. En síðan má líka sjá þetta samspil, samlegðaráhrif og sameiginlega áskoranir hjá aðfangakeðjum og virðiskeðjum fyrirtækja almennt. Og bara til þess að gefa gott dæmi það, þá vorum við að vinna með UN Global Compact við að gera skýrslu sem snerist réttlát umskipti í aðfangakeðjum. Og í þessari skýrslu vorum við að skoða ólíka áhættuþætti sem að hafa áhrif og að móta framvindu í aðfangakeðjum og virðiskeðjum fyrirtækja. Það að sjálfsögðu þessi svokölluð transition risk, þetta tengslin við umskiptin út frá umhverfislöggjöf eins og ég minntist á áðan. Það beinu afleiðingarnar og síðan það sem kallast maladaptation sem hefur verið, held ég, þýtt yfir í slæmaðlögun. En það felur í sig að þegar aðgerðir beittar til þess að auka loftslagsþol eða seiglu en í raun og veru að hreinlega annarkvort að ýta áhættunni yfir á annan haghóp eða ýta lengra fram í framtíðina. Við tókum viðtöl við cirka 10 alþjóðleg stórfyrirtæki á borð við Unilever, Enel, Moody's, Meta og svo framvegis. Og þau voru mikið að ræða við okkur að vandinn hjá þeim, áskorun sem þau að reyna að vinna með, að auka þetta gegnsæi í aðfangakeðjunum eins og Tómas minntist á áður. Og þau að sjá að mikilvægi þess að vinna með byrgjunum og smáfyrirtækjunum sem samanstanda af aðfangakeðjunum þeirra, í staðinn fyrir bara að setja skilmála og ætlast til þess að fyrirtækin sjá það sjálf. Með því að vinna með þessum hagaðilum þvert á við virðiskeðju fyrirtækjana, þá sjá þeir auknum mæli tækifæri til þess að geta séð bæði leiðir til þess að auka framleiðni, þau geta séð leiðir til þess að takast á við óhagkvæmni í rekstri, en þau hjálpa þeim líka til við að bera kennslu á ólíkar áhættur tengslum við mannréttindi, áhættur í tengslum við umhverfislöggjöf en líka áhættur í tengslum við loftslagsbreytingar. Og sem gott dæmi þetta, það búið að sýna fram á það núna að rannsóknir sem voru að skoða varðandi seiglu ólíkra aðfangakeðja komu að þeirri niðurstöðu að aðfangakeðjur sem voru sjálfbærar, þær urðu fyrir minni raskanir af COVID og mikið af þessu hefur með það að gera, hefur með þetta gegnsæi að gera. Þannig að þetta endurspeglar þá að mikilvægi þess að vinna með sjálfbærni, ekki bara út frá sjálfbærnismarkmiðum, heldur skapar þetta líka loftslagsþol í aðfangakeðjunum. Og fyrirtæki þurfa að vinna samstíga með þetta af því það
það ekki sérstaklega hagkvæmt að vera fjárfesta í réttlátu umskipti með því að þjálfa nýtt starfsafl, fjárfesta í innviðum sem eru byggðir á grænum lausnum, ef það enda með því að þessir innviðir og þetta fólk eftir að vera fyrir afleiðingu loftslagsbreytingar næsta dag, næstu viku eða næsta ár. Þau töluðu líka að þau búa, hvort sem þau eru að tala seiglu eða aðlögun í aðfangakeðjum eða mótvægisaðgerðir eða sjálfbærnisaðgerðir, þá vandinn sá að það vantar fjárhagslega hvata í samfélaginu, í markaðnum. Það vantar bæði þessi markaðssignal frá ríkisstjórnum og það vantar löggjafir. Þau fyrirtækin sem við ræddum við voru mikið að segja okkur að vandinn hjá þeim að þau geta vissulega farið að fjárfesta í loftslagsaðlögun og mótvægisaðgerðir upp að vissu marki. Þau geta tekið þessar ávexti sem eru lægst hangandi á trénu, en þau geta ekki farið í kerfislegar breytingar út af því að það rosalega dýrt ef það engin löggjöf til staðar sem að setur öll önnur fyrirtæki á sama stall. Þannig að það sem þau voru að ræða við okkur og voru að segja við okkur til dæmis að það sem vantar að opinberar stofnanir í innkaupum sínum setja sjálfbærni og seiglu sem skilmála, sem að þættir sem að hjálpa forgangsraða við kaupa þjónustu og vörur. Því að ef við erum bara að skapa eftirspurnina í einu opinbera kerfi út frá hagkvæmni, þá munum við fá svona ákveðið race to the bottom. Og þetta mun hafa afleiðingar fyrir mannréttindi, þetta mun hafa áhrif á seiglu og fyrir sjálfbærni. Á sama tíma voru þeir að tala þetta lagaumhverfi og mjög gagnlegt að Tómas minntist til dæmis á glærunni sinni CSDD sem Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Af því að fyrirtækjum voru að segja að með þessari löggjöf sem hvetur og setur kvaðir á fyrirtæki til að byrja að skoða þessar áhættur oft í tengslum við mannréttindi og sjálfbærni í aðfangakeðjunum, þá mun þetta út af fyrir sig líka auka seigluna eða loftslagsþolið í aðfangakeðjunum út af þessu gegnsæi sem ég ræddi áðan. Þannig að þetta í lokin vil ég bara minnast á að þetta samspil er rosalega mikilvægt. Ef við tölum til dæmis gæðamálmana, þetta mun hafa afleiðingar fyrir hringrásarhagkerfið. Við tölum mikið hringrásarhagkerfið sem lausn fyrir sjálfbærni, en hringrásarhagkerfið mun hafa aukið vægi núna, ekki út frá sjónarhorni sjálfbærnis, heldur líka frá seiglu. Þetta skapar loftslagsþol. En síðan áhugavert að eins og Adam minntist á að nú erum við í breyttu pólitísku umhverfi sem að senda misvísandi skilaboð hver stefnan Og þótt þetta gæti mögulega veikt eða skapað ólíka birtingaform fyrir sjálfbærnisvinnu, þá ég fullviss að þetta mun bara vera til skammtímans. Af því að staðreyndin sú að leið og fyrirtæki byrja að vinna með loftslagsaðlögun og það mikið erindi það stór ástæða fyrir að fyrirtæki gera það, bæði út af því að lánhæfismati byrja að lækka vegna loftslagsáhættur fyrirtækja við beinum afleiðingum loftslagsbreytinga. Það búið að vera mat sem ný rannsókn sýndi fram á að kostnaðurinn við raskanir á aðfangakeðjur getur numið upp að 25 triljónum fyrir 2060. Þannig að þetta að senda ákveðin skilaboð til markaðsins. Þetta að hafa áhrif á tryggingafélög, sérstaklega endurtryggingafélög, og þetta mun hafa áhrif á fasteignamarkaðinn. Þetta mun skapa rosalega miklan pólitískan þrýsting frá þessum hagaðilum á ríkisstjórnir að auka undir mótvægisaðgerðir, af því að þau munu leið og byrja að tala aðlögunaraðgerðir, þá munu mjög snögglega komast að því hver annmarkanir eru á þessum aðlögunaraðgerðum ef við náum ekki árangri á sviði sjálfbærnis. Þannig að ég læt þetta duga í bili. Kæra þakkir fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Mikael. Mikael sem sagt eitt af okkar 3 svona keynote ræðum í dag, þar sem við fáum að kafa svolítið dýpra, við fáum að fá aðeins meira substance í það sem við erum að fjalla og eins og þið sáið, þá þetta bara málana. Ég held að þið ættu öll að fara að fletta upp þessari skýrslu sem hann var að vitna hérna áðan. Til upplýsinga þá verður þessi viðburður tekinu upp og við munum klippa ræðurnar niður í svona búta, þannig að það hægt að hlusta þá á eina kynningu bara aftur og aftur þar til að við erum búin að algjörlega ná því sem maður var að segja, því hérna vorum við snert á mjög mikilvægum þáttum.
við ætlum næst að fá að heyra frá henni Olivia Lazard. Olivia is going to be online. I heard from Olivia for the first time last year when I was at the World Circular Economy Forum. And she had this brilliant way of putting sort of the emerging circular economy into some sort of synergy with the geopolitics that are going on in the world. And I just thought we have to get this person to come and speak at the January conference, because these are the forces that we don't see but are happening all around and really influence how we do business and how our societies work. Now, Olivia, she specializes in something that I think is super cool. She specializes in environmental peacemaking and mediation. She's a fellow at Carnegie Europe, where her research is focusing on the geopolitics of climate and the transition brought about by climate change and the risk of conflict that follows environmental collapse. So I give the word to you, Olivia. Thank you so much. Hello, everyone. I'm very thankful to the Festa team for inviting me to speak here, and I'm very sorry for not being here in person with you. I care very much about being in this room, albeit remotely, because Iceland is gaining in strategic importance, and it has a subtle yet very crucial role to play as the world goes about the trajectory it is currently embarking upon. I'll explain why in a minute by essentially trying to take you through a journey of understanding how supply chains connect with geostrategic battles and competition, and how all of this plays out against the background of a climate-disrupted world. This is the first thing to actually focus upon. We have already crossed the 1.5 degree threshold without so much as a whisper. This has implications essentially for how the world will go about its business within the next decades. The first things that one needs to focus on when understanding the implications of climate change is three factors that will profoundly affect the way in which we live as humans, but also how we conduct business. The first thing that we tend to understand intuitively about climate change is that obviously it brings about a lot of different shocks. We're seeing it across the world between fires, droughts, and flooding, right? Or storms. But this is usually the tip of the iceberg that people tend to stop at. I want to take you to two further dimensions of change that climate change is bringing upon us. The second one is that we're going to face forces of structural scarcity, particularly around water. By 2030, the UN estimates that demand for water will outstrip supply by about 40% globally. This has major implications, not just in terms of human livelihoods, of human rights, of habitable spaces, but also in terms of inputs for business. Any sector relies on water, not just agriculture. We're talking about industrial actors. We're talking about technological actors. So what we can expect going forward is more inflationary pressures traveling through supply chains. We're already seeing it, and the previous speaker mentioned it already, via the Panama Canal, which has been undergoing a tremendous drought over the last 4 or 5 years. And now there is essentially a number of different issues in terms of the trade passages that are affected and that are repercussed on supply chains and on prices going forward. And it has connections with the way that President Trump has essentially been talking about acquiring or reacquiring the Panama Canal to try and essentially sort of keep a sense of control over a specific strategic passage within the world. The third thing that I want you to focus on when it comes to climate change is the fact that over time, we're going to see more and more effects in terms of the movement of natural resource distribution, water, arable land, as well as species. Certain parts of the world are likely to experience difficulties in terms of habitability, and therefore in terms of productivity, as well as in terms of, being the kind of markets that will remain vibrant. We're seeing more and more essentially sort of low signals, particularly around specific type of species movement in the marine world, but also in the avian world, moving both up north and down south. It indicates essentially that the world, the global ecosystem, is already trying to adapt to a changing
climate from a global perspective, and that economies will follow. Those that understand this process will be able to indeed build more resilience along their supply chains and along their business modules. Now, the thing to understand as well is that we don't just have a problem with climate change. We have a problem with a number of other multiple ecological crises at planetary levels. We have essentially already crossed 6 out of 9 planetary boundaries when it comes to planetary ecology. We've crossed the green waters, crisis. We've crossed the biodiversity crisis. It corresponds to the collapse, the 6th extinction of biodiversity. We've crossed, a threshold in terms of pollutants, which are infecting or integrated within all fabrics of life, from the atmospherics to the biology of humans and other species, right? And what this picture tells you is that essentially our industrial and the way in which we function from a global industrial economic perspective is overloading essentially ecological systems with a number of different factors that are decreasing its resilience on the one hand, and when combined with the effects of climate change, create a picture where we have less resilient ecological carrying capacity to support human livelihoods and to support complex civilizations and complex interdependencies globally. This is the planetary backdrop that we have now walked into. It is called the Anthropocene. And as we've crossed a number of thresholds, we have also been accelerating, especially since the beginning of the 2000s, into the 4th industrial revolution. And the 4th industrial revolution has 2 legs. The first one is decarbonization. It is an energy transformation and energy substitution project in response to the climate challenge. And the second one is digitalization and technological sprawling or technological innovation. It refers essentially to the rise of technologies such as artificial intelligence, biotechnologies, robotization, and a number of different technological innovations that are supposed to transform the way in which our global economic fabrics and structures function so as to accelerate essentially the curve of human innovation and human progress. What decarbonization and digitalization have in common are essentially critical raw materials. A number of different supply chains whose demand is growing exponentially. We're talking about old metals, such as copper, for example, that facilitate electrification, and new types of minerals and metals such as lithium, cobalt, graphite, rare earths. They've been in use in the past, just not quite at the level that we are now seeing in terms of demand growth, right? And if we are facing an exponential curve of demand, that means that we're facing a predicament where we need more mines. Benchmark Minerals, for example, estimates that we will need between 290 new mines to about 380 new mines for battery-related components and for copper by 2035. This is within 10 years, knowing that obviously mines take about 10 to 15 years on average in order to become operational. So this is a tremendous challenge. But I want to take you to ground zero, essentially, of this challenge, which is mining, and where exactly new mines may open. This map shows you with the green dots where deposits for critical raw materials that are needed for decarbonization and digitalization are located. Outside of China, Australia, the US, and Canada, and Russia, I want you to notice that there is a belt of green circles between Latin America, Africa, Central Asia, and Southeast Asia. This is where essentially the new frontiers of mining are likely to operate. And in the background, in red and brown shades, you see a number of different countries showing up as red or highlighted, essentially. This highlight shows you where fragility and corruption indexes rank the highest. This map shows you that essentially we're pushing into new extractive frontiers in countries that tend to not rank very highly in terms of
respect for human rights, in terms of transparency, in terms of democratic and political accountability, and where there are risks essentially from a political and economic nature that may impact supply chains and that may create difficult relationship at times between demand countries, mostly located in the global north, and countries of the global south. The other map that I want to attract your attention to is essentially the bottom map here. Countries showing up in red and orange, which you will notice are essentially the same as the map before, right? Latin America, Africa, Southeast Asia. These countries are climate vulnerable with less of a propensity to be able to adapt to the climate challenge coming our way. Where extractive industries take place, they tend to essentially diminish or contract even further the ecological carrying capacity. They tend to cause more water stress, which is likely to play within the climate adaptation challenges that these countries suffer from, especially at a time when climate finance is not coming to them in the right volumes and with the right type of mechanisms that help to deliver on human, national, and ecological security. And the other thing, obviously, that we know from IPCC reporting is that the less there is an adaptation potential, the more there tends to be problems over time of political governance, which already sort of creates a bit of a toxic cycle compared to the index that I showed you before regarding corruption and fragility indexes. And the last map that I want to show you is indeed this map, which represents the global regeneration priority areas. You will notice again that red and yellow dots show up in Latin America, in Africa, in Southeast Asia. These are the places where technically we should be investing into complex regeneration, into ecological protection, in order to keep a balance between industry-based climate responses and nature-based climate responses. And what we're seeing through those maps is that increasingly we may be facing a conflict in terms of where industry needs to go in order to get its raw materials, to build decarbonization systems, and to build the frontier of new technological systems, and with nature. Those ecosystems are not just important for carbon sequestration, they're essential essentially for the future of climate stabilization. These maps gives you a sense of the risks that we're facing. The last, thing that I will notice, and that you may recognize also because you are where you are, is that a number of industrial actors who are conscious of the risks involved in terrestrial mining are now saying, we're going to go and look into the deep seas. And we know that Norway last year tried to green light a number of exploration for industrial mining within the deep seas in the area that connects the Norwegian peninsula to the Svalbard archipelago, east of Iceland. This is an area that corresponds very neatly with the northern tip of the Atlantic Meridional Returning Circulation System, a key element of climate stabilization and of, sort of water distribution across the globe. If any type of pollutant gets, sort of distributed out of mining, it will get distributed across the globe via the AMOC system, and it will potentially collapse adaptation niches where fish are going now in the future, which is obviously of incredible importance for all the Nordic countries, including Iceland, but more largely, essentially, for the rest of the world as we go indeed into a world which is climate disrupted. Against this background, and I will very quickly finish on that, we're seeing an incredible amount of geopolitical competition to gain access to mining concessions, to processing capacities, and to the technologies that come out of those different minerals in the form of semiconductors, microchips, laptops, data centers, solar panels, wind turbines. China is a country that is top of the list when it comes to investing within mining concessions across the world. We now know that over the last 2 decades, China has invested over $56 billion in order to cement essentially its dominance over critical raw material supply chains that are the input going into technological dominance and therefore into power dominance, into normative dominance going forward. But China is not the only country that is essentially sort of trying to position its pawns within the power competition of the future. Russia
is another one. Russia is a country that is now looking towards the Arctic to gain access not just to the northern trading route, but also to oil and gas fields as well as critical raw materials. The alliance of China and Russia is now sending the US, the European Union, and a number of countries into a set of panic, trying to look for diversified sources of critical raw materials across the world, and therefore driving their attention towards countries that were mentioned in the maps before in Latin America, Africa, Southeast Asia, and Central Asia. These countries are the arbiters of the power transition and the arbiters essentially of the future of climate resilience and climate adaptation. They hold the keys essentially to the future of our normative world and the way in which we will operate from a geoeconomic and geopolitical world. The trouble is that at the moment, a number of different competitive factors are essentially being played outside of accountable systems, of transparent systems. We're seeing essentially a lot of political predation and economic predation connecting Russia and China to countries of the global south. And we're now seeing essentially the return of imperialism in the US. We're seeing the order that was created at the end of the Second World War, literally crumbling on the back of new technological innovation and new energy system transformations that are changing the foundations of geoeconomic interdependencies and norms. And the way in which competition is playing out risks something even bigger than what I just explained. And it is related to the way in which climate change and anthropogenic impacts are going to essentially decrease and shrink the ecological carrying capacity of our world, and how geopolitics are more and more likely to play on what we call climate niche geopolitics. Competition will increasingly focus on areas that are both materially endowed, energy endowed, but also endowed in critical natural resources such as water, arable land, and cooler temperatures. This is why I think that Iceland is going to play an increasingly important role in decades to come. Iceland is already the locus of increasing interest on the part of big tech companies who want to install data centers within Iceland, much like in Ireland, for example, which are increasing essentially the energy footprint, but which are increasingly going to use as well a number of natural resources. Big tech actors are amongst the actors that are sentinel actors within the geopolitical dynamics of tomorrow. And we can already see that they're focusing in areas that are less climate impacted. Other actors that are already picking up on signals about the way in which our world is changing is actors such as Russia, which enjoys a higher latitude within the global geography, and which is essentially waiting for countries around the world, especially in Europe, to falter on their climate objective. And I'm coming to an end, I'm sorry, and to essentially sort of, create new imperialistic politics going forward. Iceland, much like Norway, much like other countries, will essentially have to respond to such pressures going forward and already start discussing the reality of tomorrow into today's politics within parliament, within trade diplomacy, within political diplomacy, with allies, including within the European Union. Thank you so much. Hvað virðiskeðjan? Sko. Já, þú segir nokkuð. Já, þú segir nokkuð. Þetta virðiskeðja og hún slitnar ekki. Veistu hvað virðiskeðjan er? Gott. Kristín? Já, hvað er einn? Hæ, herðu, ég að reyna að fræða svolítið virðiskeðjuna. Það bara veit enginn hvað þetta er. Geturðu kannski hjálpa mér aðeins? Já, ekkert mál. Fáðu sæti. Jæja, virðiskeðjan.
það hugtak, víðtækt og framseld reglugerð Evrópusambandsins 2023/272 við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34 ESB og varðar ESRS-staðlana. Einmitt. En virðiskeðjan, eins og hún skilgreindi í viðauka 2 í fyrrnefndri reglugerð, nær náttúrulega langt út fyrir línulega nálgun aðfangakeðju eða birgðakeðju eins og þekkjum við kannski. Hún felur í sér ekki aðeins byrgja í ílæginu eða upstream eins og þekkir kannski úr umfangi 3 og dreifingraðala í frálæginu eða downstream. Heldur einnig þá aðalega sem tengjast óbeint í gegnum flókin net viðskiptasambanda, geopolítíska dýnamík og auðvitað margslungna rekstrarstjórn. Já, rekstrarstjórn. Frá sjónarhóli ESRS virðiskeðjan allt svið starfsemi auðlinda og sambanda sem liggja til grundvallar rekstrarlíkani fyrirtækisins, allt frá hugmyndafræði vöru til lok líftímarinnar, en þó tæknilega ekki endalok skýrslugjafaskylda. Þetta felur í sér allt frá hráefnavinnslu á svæðum sem heyra undir Corporate Sustainability Due Diligence Directive eða CSDDD til samskipta við viðskiptavini downstream í virðiskeðjunni. Hér kemur auðvitað inn hugmyndin tvöfalda mikilvægisgreiningu inn. Sem krefst þess að við skoðum bæði fjárhagslega áhættu og neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag. Í öllum skrefinum, bæði upstream og downstream. Þannig í virðiskeðju fyrirtækins sem selur þér vöru eða þjónustu, væri þú staðsettur hvar í virðiskeðjunni þeirra? Ég í keðjunni. Nei, þú ert downstream. Skilur ekki? Nei, upstream og downstream. Ég bara verða við að ég skil ekki neitt í þessu. Ok, sko. Þegar við ræðum upstream og downstream mikilvægt að greina þetta frá almennari birgðakeðju. Virðiskeðjan í upstream stöðust ekki við Tier 1 birgja. Nei, samkvæmt ESRS 1 verðum við að taka með óbein viðskiptasamband sem tegur sig lengra en fyrsta stig inn í það sem ég kalla terra incognita í sjálfbærniskýrslugerð. Á sama hátt ná aðilar í downstream ekki aðeins til neytenda heldur einnig til sorphirðuaðila og endurvinnsluaðila. Það sem losun þeirra á gróðurhúsalofttegundum samkvæmt ESRS 1.6 verður að taka með blöndu af frumgögnum, geiraviðmiðum og þegar allt annað bregst. Faglega ágiskum skilurðu? Nei, ég skil þetta ekki. Ok, ég skal fara í þetta frá byrjun. Ímyndum okkur að birgðakeðjan sé þjóðvegur. Og það hérna maxið og síðan hérna minimum. Þetta ekki flóknar en það, skilurðu? Já. Nú skil ég þetta. Takk fyrir mig, meistari. Minnsta málið. Og þú bara ringir svo ef það eitthvað. Bara þannig sem þetta alveg á hreinu. Ég upstream eða downstream? Það sæti. Ég skal útskýra þetta aftur. Nei. Bara takk. En nei. Nei. Já, þetta getur verið smáflókið. Svona líður kannski einhverjum þegar þau banka upp hjá sjálfbærnisérfræðingnum og bara hvað þú veist, þetta pínuflókið. Við viðurkennum það alveg. En við erum búin að heyra alveg ótrúlega djúpaflott erindi áðan, þar sem við vorum að tala það sem öllu máli skiptir, sem þessi segla sem við þurfum að búa til í okkar virðiskeðjum. Og sem sögðu okkur svo ofsalega vel hvað við getum í rauninni ekki leyft okkur að fókusera bara á það sem að gerast á Íslandi. Við verðum að hafa augun á boltanum á umheiminum. Og þau okkar sem munu ná að skilja þessar áhættur sem eru framundan, þau munu ná árangri. Það eiginlega bara svo einfalt. Og nú ætlum við að smetla okkur aðeins aftur niður á jörðina og setja einmitt fókusin á íslensk fyrirtæki og þeirra veruleika sem að standa akkurat í þessum sporum, að reyna að skilja þessar flóknu virðiskeðju og alla það reglugerðir sem að umlíkja hana og skoða virðiskeðju þessara fyrirtækja sem auðvitað snerta á allskyns ólíkum þáttum, hvort sem að það vistkerfisþjónusta, hringrás eða mannréttindi. Og fyrst ætlum við að fá á svið hana Þóru Jónsdóttur sem að forstöðumaður sjálfbærni og umbóta hjá Advania. Hún hefur líka verið hluti af sjálfbærniteymi Advania Group í mörg ár. Þóra, eins og þið vitið sem þekki hana, búin að vera eiginlega svona sjálfbærnisbrautan hjá Advania í mörg ár og á mikinn heiður af þeirri svona sjálfbærni menningu sem að ríkir þar. Og undir hennar stjórn varð Advania til að mynda fyrsta upplýsingatækni fyrirtæki á Íslandi til að fá losunarmarkmið sín samþykkt af Science Based Targets. Þannig að ég vil bjóða Þóru hjartanlega velkomna sem ætlar að segja okkur frá flókinni virðiskeðju IT. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir, gaman að vera hérna í dag. 34 ára kona flytur á milli landa í leit að betra lífi. Hún sér starfsauglýsingu á Facebook sem að kunningjarna bendir henni á fyrir starf í bakaríi. Hún þarf reyndar að borga ráningagjald til þess að fá starfið, en það tíðkast stundum í þessu landi. Þegar hún hefur störf, kemur síðan brátt í ljós að þetta er ekki starf í bakaríi, heldur er þetta starf í verksmiðju. Hún festist í verksmiðjunni í nauðungavinnu, er gert að vinna langa vinnudaga, þarf að afhenda skjölin sín og er þar í það bil 3 ár þangað til samtök sem að hjálpa fólki í hennar stöðu komin til bjargar. Þetta er ein birtingamynd af þeirri sjálfbærni áhættu sem má finna í virðiskeðju upplýsingatækninnar í dag. En eins og hefur komið svolítið fram, þá er virðiskeðjan í tækni mjög flókin. Hún er umvafin geopólitík og teygir anga sína út allan heim. Allt sem þú gerir á netinu á sér eitthvað samanstað í gagnaveri, eitthvað staðar í heiminum, og keyrir á tölvubúnaði sem er búin til dæmis úr verðmætum málmum, mögulega frá Afríku, sem er síðan sendur til Asíu, og þar er annað efni og íhlutir sett saman í þau tæki og tól sem við þekkjum í dag. Þetta er auðvitað mikil einföldun á flóknum raunveruleika, en við getum líka gert ótrúlega hluti með tækninni. Hún hjálpar okkur að ná árangri á margan hátt, hjálpar okkur að leysa flókin vandamál og einfalda lífið okkar bara ótrúlega vegu. En það er mjög mikilvægt að vera meðvituð það að hún er ekki áhættulaus. Advania, þar sem ég starfa, er eins og örugglega margir hérna inni endursölu aðilar fyrir erlenda birgja í mörgum tilfellum. Hver er okkar ábyrgð hér? Hvert er okkar hlutverk? Hvað þurfum við að gera og hvað getum við gert raunverulega til þess að draga úr áhættum í okkar virðiskeðju? Advania er stærsta óskráða upplýsingatæknifélag í Evrópu. Það er ekki margir sem vita þetta. En samt erum við lítil miðað við þá birgja sem við vinnum með. Hér má nefna kannski Microsoft, Dell, Cisco sem er að gera mikið í þessum málum, en það getur reynst erfitt fyrir okkur að nálgast upplýsingar aðfangakeðjuna, stöðuna þar, hvaða birgjar er að vinna fyrir okkar birgja og hvað þá eitthvað lengra en það. Þess vegna ákváðum við að verða meðlimir í Responsible Business Alliance, sem eru alþjóðleg samtök helguð því að bæta aðfangakeðjuna í upplýsingatækni. Það sem upplýsingatækni iðnaðurinn vinnur saman í þessum áskorunum. Ef þið hugsið söguna sem ég sagði hérna í byrjun, haldið þið að Advania hefði getað gert eitthvað til þess að hjálpa þessari konu fyrr? Það er mjög ólíklegt að við hefðum í fyrsta lagi vita af þessu eða komist nógu nálægt til þess að geta gert eitthvað. En í gegnum samtök eins og RBA eru allan að líkurnar hærri. Ég heyri til dæmis sögu frá Birgja daginn sem var að segja að þau hefðu fundið að verksmiðja sem þau voru að versla við, hefðu fundið að verksmiðja sem þau voru að versla við var að biðja starfsfólk að greiða ráðningagjald. Birgin fór til verksmiðjunar og baði að endurgreiða starfsfólki þessa upphæð, en þá kom í ljós að upphæðin sem nam endurgreiðslunni var í rauninni hærri heldur en það sem að þessi Birgi hefði keypt af verksmiðjunni yfir allt árið. Hvað gera þau þá? Jú, þá snýst þetta að búa til meira svona vikt eða leverage og þau fóru tilbaka í RBA, fundu fleiri stóra aðila sem voru að kaupa þessar sömu verksmiðju og sameinuðust í kröfunni og hjálpuðu Birgjanum að gera betur. Það kom hérna fram áðan og mér finnst það góður punktur. En þetta ferli næsamt bara okkar stærstu birgja, hvað með alla hina? Það sem við erum að gera núna er að færa okkur frá því að horfa einungis á þá birgja sem við verslum mest við yfir í því hvar áhættan liggur. Við ætlum að keyra alla birgjalistan okkar í gegnum hugbúnað sem er með innbyggðu áhættumati og sýnir okkur þá hvaða birgjar það eru sem þurfa nánari skoðun. Þannig við nýtum tæknina til þess að einbeita vinnun okkar þar sem áhættan er mest.
En það líka önnur hlið á þessu, auðvitað. Ef við horfum á virðiskeðjuna í heild sinni, hvað með það sem gerist þegar við erum búin að sinna okkar þjónustu? Það sem ég er búin að vera að tala snýr mikið af framleiðslunni og það sem gerist upstream, eins og það heyrði þið náðan. En það er líka áhættu að finna downstream. Ein mestu umhverfisáhrif vegna starfsemi Advania í gegnum tölvubúnaðinn sem við seljum. Það er auðvitað mikið í framleiðslunni en líka í hináttina. E-waste eða rafrusl, eins og við köllum það, sá sorpflokkur sem vex hvað hraðast í heiminum í dag og við erum ekki að ná að endurnýta nægilega vel. Vissu þið að það er talið að 7% af gullforða heimsins liggi í gömlum raftækjum? Talandi sóun. Hvert er okkar hlutverk hér? Jú, við teljum að við getum hjálpað viðskiptavinum að lengja líftíma tölvubúnaðar og koma honum í endurnotkun. Bæði í gegnum bara viðgerðir en svo líka í gegnum að koma honum í endursölu hérna heima eða annar staðar eða endurnotkun. Advania stendur núna í mikilli fjárfestingu. Við erum að byggja hús sem við köllum draumahús Advania og þar sem við munum taka á móti notuðum tölvubúnaði, gera við hann og koma honum í endurnotkun. Þetta hús er staðsett í Svíþjóð, mun opna núna í vor og við væntum þess að geta tekið á móti 1 milljón raftækja þar í gegn árlega. Þetta þarf ekki að vera flókið. Við öll hérna inni getum gert meiri kröfur á okkar byrgja og hjálpast þannig að. Ég væri persónulega mjög til í að sjá kannski meiri kröfur og vægi á þær kröfur í útboðum hérna á Íslandi. Við sjáum gríðarlegan mun á milli Norðurlandanna og Íslands í þessum efnum. En þú þekkir þinn iðnað, finndu leiðir til þess að beita þér, þar sem þú getur haft jákvæð áhrif og byggðu ofan á það. Þetta eru dæmi það hvernig við hjá Advania höfum verið að nálgast þetta viðfangsefni, en ég er alltaf til í samtalið ef þið viljið vita eitthvað meira. Það eina sem ég bið að gera er ekki gera ekki neitt. Takk kærlega fyrir mig, það er algjör heiður að vera hérna í dag. Takk fyrir. Kæra þakkir Þóra fyrir þetta. Og þetta er nefnilega akkurat það sem við erum búin að tala í dag. Við erum öll að versla við fyrirtæki eins og Advania með okkar lausnir, okkar þjónustu og þetta er veruleikinn sem fyrirtæki standa frammi fyrir. Þau verða einhvern veginn að reyna að finna lausnir. Frábært að fá þessi æðislegu dæmi. Við tökum eftir því að þið eru dugleg að taka myndir og slíkt og deila inn á samfélagsmiðla og taka festu. Við þökkum ykkur kærlega fyrir það og bara haldið því áfram. Bara mjög gott. Af því að við erum með annað trúnaðinn eftir, þá rak ég augunni það að ég glemt að kveikja kertunum. Þannig að nú er bara komið svona einhver jólastund til að kveikja hér á kertum. Leið og ég kynni til leiks hana Stefaníu Maríu sem er hjá Nóa Sirius. Og ef það er nú eitthvað fyrirtæki sem að við elskum öll og eigum einhverja tengingu við, ég ætla allan að segja mig, þá er það Nóa Sirius. Og svo tenging fer mögulega dálítið mikið gegnum bráðlaugana og maðan, en það er ekkert að vera fyrir það. Nóa Sirius er hluti af Orkla samstöpunni og Orkla hefur sett sér mjög metnaðarfull sjálfbærni markmið og það eru heimsmarkmið meðal annars í miklum fókus. Og Stefánia ætlar að segja okkur frá þessari vegferð Nóa Siriusar undanfarin ár og hvernig þau hafa tæklað þessar breytingar sem að felast vissulega í því að fara frá því að vera lítið fjölskylduríki fyrirtæki og yfir það að vera partur af Orkla samstöpunni og tengja þetta allt saman við sjálfbærni. Gjörðu svo vel, Stefánia. Góðan daginn. Nóa Sirius hefur fylgt landsmönnum í meira en öld og mér frá páskunum 1994. Þegar ég rýndi aftur í sögu fyrirtækisins með sjálfbærni augun að leiðarljósi, þá kom mér á óvart hversu framsækið fyrirtæki hafði verið með tilliti til jafnréttismálana. En frá árinu 1954 til ársins 2020 þá voru það eingöngu konur sem sátu í stjórnarformannssætinu og það voru mæðgurnar Ingileif og Áslaug. Í dag þá starfa 130 manns hjá fyrirtækinu frá 12 mismunandi löndum og er meðal starfsaldur 8,5 ár. Nói hefur stuðlað því að fólk með skerta starfsgetu hefur getað starfað til jafns við aðra innan fyrirtækisins
Og í tilefni af þessu erindi að þá brugðum við okkur á tal við eitt slíkan starfsmann og spurðum hvernig það hefði komið til að hún skildi byrja að vinna hjá NOA. Þá sagði hún okkur frá því þegar hún hefði farið með Öskjuhlíðaskóla í fyrirtækjaheimsókn upp í NOA Sirius og leist svo ofboðslega vel á að starfsmæðaskólans aðstöðanum sækjum og síðan eru liðin tæp 40 ár. Nú, inngilding starfsfólks hefur verið mikilvægur partur af NOA, alveg frá því að það var lítið fjölskyldufyrirtæki í fyrirtæki sem það er í dag í þessu alþjóðlega samstarfi en NOI var selt inn í Orkla-keðjuna árið 2021. Orkla ASA sem NOI tilheyrir á The Global 100 list yfir sjálfbær fyrirtæki og setti sér Science-Based Target árið 2018. þar sem stefnt á Net Zero árið 2045. Og við tilheyrum Orkla Snacks sem samanstendur af helstu góðgætaframleiðendum á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum, þó við störfum ennþá sem sjálfstæð eining. Nú, árið 2022 þá áttum við okkur á að það var ríkari þörf á að halda betur utan sjálfbærnimálin í heildina og sjálfbærni gæluverkefni einstakra starfsmanna þurfti að fá vettvang til að ýta almennilega af stað. Og úrvarð að það haust stofnuðu við þverfaglegt sjálfbærniteymi innan NOA og fyrstu verkefni teymisins var einmitt að ýta af stað flottu flokkunarleiðbeiningunum sem prýða nú allar okkar umbúðir. En þetta gerði við samhliða því að taka til í flokkun innanhús og það mikið til komið vegna breyttar kröfur stjórnvalda. En gaman að segja frá því að með þessum breytingum fórum við úr 45% flokkunarhlutfalli í 85% á einu ári. Nú, haustið sem fylgdi, haustið 23, að þá stofnaður samráðshópur innan Orkla Snacks, þar sem sameiginlega fórum við í gegnum tvöföldu mikilvægisgreininguna og sameiginleg stefna fyrir heildina samin. Og það hefur verið virkilega mikilvægt fyrir okkur að geta átt þessi samtöl við fyrirtæki sem eru í sömu stöðu á sama markaði og geta miðlað upplýsingum okkar á milli og mikill styrkur fólkin í því að geta rætt saman komandi reglugerðir. Og einmitt af því að við erum hluti af þessu stóra batteríi að þá þurftum við í ár í fyrsta sinn að skila ítarlegum ESRS-pakka til móðurfélagsins sem verður hluti af þeirra ársskýrslu í ár. Nú, við NOA-teymið vorum hins vegar mjög ákveðin í því að til að breyta heiminum þá þarf maður að byrja að taka til heima hjá sér og hafa NOA-markmiðin því aðalega snúið að því. Og það alveg ótrúlega margt sem maður getur fundið þegar maður rýnir inn í eigin skáp. Og við ákveðum því að í upphaf árs 2024 að gera sjálfbærni hluti af daglegu tali starfsmanna og setja okkur 10 mælanleg markmið sem við gerðum síðan sýnileg. Og það besta sem kemur úr því að fara í þessa vegferð þetta hefur skapað gríðarlega mikla vitundavakningu innan fyrirtækisins og eru starfsmenn mjög duglegir að koma augum á alls konar umbótatækifærum og koma hugmyndir sínum á framfæri sem þetta stuðlar að minni sóun í kerfinu öllu. Og mjög skemmtilegt dæmi að bara í síðustu viku og það var það eingöngu fyrir útsjónarsemi starfsmanna að við þurftum ekki að farga nokkru 100 kílóum af súkkulaði. Af því að þau fundu út hvernig við gætum endurunnið án þess að það kæmi niður á gæðum eða væri hætta á ofnæmismiti. Og þetta skiptir auðvitað miklu máli fyrir fyrirtæki eins og okkur sem eru að horfa á veldisvöxt í verði á grunnhráefninu okkar kakóið. Og þetta meðal annars leið til að koma í veg fyrir að þurfa að hækka verð í samræmi við það. Nú, sem lítill framleiðandi í miðju Atlantshafi þá liggur fyrir augum að við þurfum að flytja mestmegnis af okkar hráefnum inn til landsins og margt sem þarf að hafa í huga að við séum ekki að stuðla mannréttindabrotum eða skógreiðingu við kaup á þeim hráefnum. Og það eina leiðin sem við sjáum sem augljós að gera það með veskinu og hverju við veljum að versla við. Í dag þá óskum við eftir því að allir okkar birgjar skrifa undir svokallað Supplier Code of Conduct sem meðal annars byggir á 10 meginreglum UN Global Compact og Ethical Trading Initiative Base Code. Og þetta er meðal annars
Á hverju ári þá rennum við yfir hráefnalistan okkar og rýnum í áhættustuðul hvers og eins hráefnis. Þar tekið til greina tegund hráefnisins, umhverfisvá, hættur á vörusvikum, mannréttindum og í því upprunalandi sem hráefni kemur frá. Og ef hráefni flokkast sem mikil áhætta þá gengið úr skuggum að við fáum vottun á það. Og dæmi slíkt þetta fallega kakóbaunir sem þið sjáðu fyrir aftan mig. Og það eru nú alls konar vottanir í boði og til dæmis fyrir súkkulaði þá hægt að nefna Fairtrade, Rainforest Alliance og Cocoa Horizon sem viðurkennda vottunaraðila. Og það eru allar góðar að gildar en hafa þó mismunandi áherslur innan sjálfbærni en gera þó allar grunnkröfur til mannréttinda og gagnvart skógareyðingu. En næsta áskorun innan kakóheimsins í Evrópu eins og Tómas kom inn á reglugerðin skógareyðingu eða EUDR sem átti nú að taka gildi núna áramótin en hefur verið frestað fram til næstu og það aðalega þessi geotagging sem hluti af þessari EUDR þar sem í dag eru flestar þessar vottanir keyrðar á massabókhaldi. Nú ég vona að erindi mitt í dag hafi gefið ykkur innsýn í hvernig lítið félag á Íslandi í framleiðslu getur í raun haft mikil áhrif á öllum sviðum sjálfbærni. Takk fyrir mig. Jóhann Páll. Já, það ég. Hæ, velkomin á Trúnó, til hamingju með nýja starfi. Takk fyrir það. Þú ert búin að vera alveg svakalega duglegur að tala orkuöflun og fyrir hönd atvinnulífsins ætla ég bara þá að þakka þig kærlega fyrir það. En mér langar til þess að vita, hvað ætlið þið í nýju ríkisstjórninni að gera í loftslagsmálum? Góð spurning. Það auðvitað þannig að ef okkur alvara þegar við tölum orkuskipti að ná þar markmiðum okkar á tilsettum tíma þá þurfum við að afla aukinnar orku en við þurfum líka að bæta orkunýtni og styrkja flutningskerfið og það ekki stefna þessara ríkisstjórnar að fara til dæmis að loka verksmiðjum í massavís sem hefur auðvitað engan loftslagsávinning í för með sér. Við viljum ekki að til dæmis álið sé framleitt í verksmiðjum sem eru knúnar af kolum. Takk fyrir það. Þannig þetta er mjög mikilvægt, við þurfum að hugsa þetta svolítið glóbalt, en það er heldur ekki þannig að við getum bara virkjað okkur einhvern veginn út úr vandanum. Og í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar koma fram mjög skýr markmið að losa minna, binda meira. Það eru gríðarleg tækifæri þegar kemur að endurheimt votlendis, þar getum við byrjað að festu á ríkisjörðunum en við þurfum líka að skapa hvata fyrir einkaaðila, fyrir bændur. Þetta þarf auðvitað að hugsa í samhengi við búvörusamninga og annað. Svo eru auðvitað orkuskiptin í samgöngum og iðnaði. Þar leggjum við mikla áherslu á réttlát umskipti, að útfösun jarðefnaeldsneytis sé með þeim hætti að byrðarnar dreifist jafnt eftir búsetu og eftir tekjum. Og svo auðvitað eru það tæknilausnirnar og nýsköpunin. Og ég vil kannski bara nota tækifæri hér vegna þess að það hefur verið heilmikil umræða í samfélaginu bindingu kolefnis í jarðlög. Ég held að þessi verkefni og þessi tækni sem Ísland hefur stigið mjög stór skrefi að þróa skipta alveg gríðarlegu máli og við eigum að hvetja þessa frumkvöðla og þessa vísindamenn áfram. Heyr. En segð þú mér, nú ert þú fulltrúi auðvaldsins hérna á sviðinu. Hvaða tækifæri sjáu þið helst í sjálfbærni málunum? Er þetta góðu business? Já, er sjálfbærni góðu business? Já. Þetta er allt trúnaður, er það ekki? Jú, þetta er enda skrítnasta trúnaður. Í fyrsta lagi þá held ég að upplifunin mín er stundum svo að við tölum meira sjálfbærni heldur en business. Og ímyndaðu þetta. Þú ert að stýra fyrirtæki sem er að selja vörur sem er ekkert venjuleg vara. Þetta er lífsnauðsynleg vara. Hún er seld allan hringinn í kringum landið. Síðan kemur heimsfaraldur og hann varir í 2 ár og það er heimsskortur á hlíðarfatnaði.
Það eina sem þú hugsar það bara öryggi starfsmannaðina og öryggi viðskiptavinna og þeir fái þessa lífsnauðsynlegu vöru. Það business. En punkturinn minn með þessu sko að koma því á framfæri að sjálfbærni kemur auðvitað aldrei í staðinn fyrir góðan rekstur. Það að segja að bjóða vörur og þjónustu sem eftirspurn eftir að hagkvæman hátt. Hins vegar það þannig að rannsóknir McKinsey, þær sýna það á 2269 fyrirtækjum yfir 5 ára tímabil að þau fyrirtæki sem bæði eru með góðan rekstur og huga sjálfbærni, þau ná meiri árangri heldur en önnur fyrirtæki. Og svo líka bara svo rosalega skemmtilegt að hugsa öll viðskipta tækifærin sem að felast í sjálfbærninni. Þú myndist á eitt þeirra áðan. Það einmitt þannig að við náum aldrei kolefnishlutleysi, öðruvísi heldur en að við einmitt líka föngum og bindum kolefni og því einmitt spáð að þessi markaður verði það bil 6.000 milljarðar á ári á heimsvísu árið 2030. Annað svona svakalega skemmtilegt viðskiptatækifæri auðvitað hringrásarhagkerfið. Alveg svo Tómas kom inn á í opnuninni hjá sér, þá staðreyndin sú að við erum einungis að endurnýta 7,2% af því hráefni sem við erum að nota í framleiðslu á heimsvísu. Yfir 90% erum við ekki að endurnýta. Þannig að það alveg gríðarleg tækifæri sem að felast einmitt í hringrásarhagkerfinu. Og það var einmitt þýska, fyrst ég með umhverfisráðherra, það var þýska umhverfisráðuneytið sem að gerði skýrslu í samvinnu við ráðgjafarfyrirtæki Roland Berger sem að sýndi fram á það að umfangið í hringrásarhagkerfinu árið 2020 var í kringum 22.500 milljarðar og þeir að spáði að það nánast tvöfaldist þegar við erum að horfa fram til ásins 2030. En það sem kannski lokapunkturinn, hann sá að tilfinningi mín í atvinnulífinu svo að fólk svolítið komið með grænþreytu og það meðal annars okkur í atvinnulífinu að kenna sem að höfum verið að grænþvo hlutina undanfarin ár eða áratugi. En hins vegar staðan akkurat núna að almenningur svolítið búin að færa ábyrgðina af sjálfbærni málum og loftslagsmálum yfir til okkar, stjórnvalda og atvinnulífsins og við þurfum bara að standa undir henni. Ertu ekki til í það? Heyr. Það nefnilega það. Þannig að ef það einhvern veginn velti fyrir ykkur hvað þau tvö spjalla í klósettröðunni þegar á djamminu, þá þetta. Svona trúnaðan þeirra. Heyrðu, nú bara fyrri hlutanum loki hjá ykkur. Ég vil hrósa ykkur, þið eru búin að standa ykkur ótrúlega vel. Þetta eiginlega það erfiðasta sem við gerum í nútíma samfélagi þegar að sitja svona ógeðslega lengi. Þannig að þið eru búin að vera mjög dugleg, vel gert. Við ætlum núna að taka pásu. Við komum aftur 20 mínútur í. Kaffið hérna frammi í hörpuhotni, þið veitir handan við stóra stigan. Ég byrja á slaginu, þannig að ekki missa af. Sjáumst þetta smá.